stofnaði Jesús trúarbrögð? Og klukkan er orðin 9 og það er 20. nóvember 2025 og kvöldi verðum með hefðbundu sniði. Einar ætlar að byrja að vera með orðið, síðan ætlum við að fara í hugleiðslubæn þar sem við ætlum að í rauninni bara að taka við orðið Guðs og setja inn í hjarta okkar, velja að trúa því og síðan ætlum við að eiga bara hljóða stund með Guð. Við ætlum að hlusta á Guð, við ætlum að heyra í honum, við ætlum að færa okkur nær honum og síðan ætlum við að biðja fyrir lækningu. Eins og ég var að útskýra þetta rétt áður með hófum fundin, við ætlum að vera svolítið öflug í því núna hverju einustu viku að biðja fyrir lækningu í trú. Guð er kraftaverka Guð og hann er kraftaverka læknir og Guð kraftaverka læknar. Og það er ekki bara eitthvað sem hann gerði í frumkristninni þegar lærisveinarnir gengu um jörðina. Það er eitthvað sem að Guð gerir líka í dag. Og það eru alveg staðfestar heimildir það. Þannig að við ætlum að hafa svolítið fókusinn þar. Skulum leggja stundina í Guðs hendur í bæn. Kæri Jesús, ég bið að tala til okkar, ljúka upp hug okkar, hjálpa okkur að skilja þitt orð og nálgast þig. Í Jesú nafni, amen. Amen. Í kvöld ætla ég að tala það hvort að Jesús hafi verið að stofna trúarbrögð. Margir tala kristni sem eina mörgum trúarbrögðum heims, en þegar við skoðum orði Jesú og hvað hann segir og hvað postularnir sögðu, þá er mjög erfitt að halda því fram að kristin trú sé raunveruleg trúarbrögð. Og sá sem að fyrstur sagði þetta svona við mig, það var satanstýrkandi. Og já, það var þannig að þegar ég var unglingur og var í menntaskóla, þá kom viðtal við einn jafnaldra minn sem var dýrkaði Satan ég held að vera í blaði sem heitir Helgarpósturinn, bara heil opnu og þar sem hann var að segja frá því að hann var að stunda galdra og bæði til Satans. Og stuttu seinna þá hitti ég hann þar sem hann var að vinna í bókabúð. Ég fór að spjalla við hann og hann eitt af því sem hann sagði við mig er að það kom tvennt fram hjá honum. Hann var mjög hrifinn af trúarbrögðum. Hann stóð æðisleg og bara hvaða trúarbrögð sem væri, en hann sagði kristindómur, þetta er ekki trúarbrögð. Og hann sagði að nema þá helst kaþólska kirkjan, það er til trúarbrögð þar, sagði hann. Og við komum í Vatíkanið, ég og Sara og börnin okkar og þá sáum við alveg ótrúlegustu hluti, gullið og glingrið og listaverkin og hvað eina. Og vissulega, og svo er þarna páfinn og páfinn á að geta blessað með einhverjum sérstökum hætti og þetta er svo skipulagt. Þetta er ekki bara svona skipuleg kirkja, hún er líka ríki. Með bara þó landið sé lítið sem hún ræður yfir, þá ræður hún yfir því og aðila Sameinuðu þjóðunum og allt sko. En mér langar að fara fyrst í eina sögu í Biblíunni að Jesús, hann fór rosalega óhefðbundnar leiðir. Og einu sinni þá gerði hann mjög sérstakan hlut. Hann fór með lærisveinum og var að ferðast Samaríu. Og þangað voru gyðingar ekkert mikið að fara, en fóru þarna stundum til að fara stystu leiðina milli staða. Samverjarnir sem þar bjuggu trúðu á Guð, en voru með öðruvísi trúarbrögð utanumhald það en gyðingarnir. Og það var deila milli Samverjana og gyðinga hvort þetta tilbiðja Guð í Jerúsalem eða á fjalli þar sem var í Samaríu. Og þetta voru svona deilur. Og Jesú braut nokkra reglur. Það var nógu slæmt að væri í Samaríu, en alltaf með það. Hann gaf sig á tal við Samverja. Og í þriðja lagi,
Hann gaf svo á tal við samverja sem var kona, sem hann hitti við brunnin. Og þegar að lærisveinarnir komu tilbaka, þá var þetta svona vandræðilegt. Þeir bara voru í sjokki, en enginn þorði svona einhvern veginn að spurja hvað hann eiginlega gengið til. En það sem Jesú gerði, að hann opinberaði líf hennar, hann vissi allt um hana og talaði við hana og sagði henni frá því að hann væri Kristur og hann byrjaði að predika fyrir samverjum. Og þegar að Jesús og þessi samverska kona ræða saman, þá segir konan: Drottinn, nú sé ég að þú ert spámaður. Feður okkar hafa tilbyðið Guð á þessu fjalli, en þið gyðingar segið að í Jerúsalem sé sá staður þar sem tilbyða skuli. Jesús segir við hana: Trú mér, kona, sú stund kemur að þið muni hvorki tilbyða föðurinn á þessu fjalli né í Jerúsalem. Þið tilbyða það sem þið þekkið ekki, við tilbyða það sem við þekkjum, því hjálpræði kemur frá gyðingum. En sú stund kemur, já, hún er nú komin, er hinnir sönnu tilbyðendur munu tilbyða föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra tilbyðenda. Guð er andi og þeir sem tilbyðan eiga að tilbyða í anda og sannleika. Og hvað er Jesú að segja þarna? Það skiptir engu máli hvar þú biður til Guðs. Það skiptir engu máli hvernig þú biður til Guðs. Það skiptir engu máli hvernig orð þú notar til að koma framfæri því sem þú vilt biðja Guðum. Og ég hef farið í kaþólskar kirkjur, ég hef farið í lúterskar kirkjur. Ég fór þegar einu sinni í Svertingjakirkju á Flórída fyrir mörgum árum síðan og þar hoppuðu menn og dönsuðu og rytmið var rosalegur sko. Ekki einu sinni á svakalustu tónleikum gat maður séð annað eins. Og svo allt í einu tók einhverja rás og hljóp hringinn í kringu salinn. En Jesús segir, allt þetta er bara fína lagi, tilbyðum Guð með þeim hætti sem við kjósum, að því að ekkert að umgjörðinni skiptir máli, heldur við tilbyðum hann í anda okkar og sannleika. Amen. Með öðrum orðum, við þurfum engin trúarbrögð utan um það hvernig við tilbyðum Guð. Við þurfum engar messur en við megum fara í messur. Við þurfum engar staði en við megum velja ákveðna staði. Það er bara hvað okkur þykir þægilegast. Það sem Guð sækist eftir er samfélag við hjart okkar, við and okkar innri mann. Amen. Og kristin trú snýst ekki að við séum að tilbyða eitthvað Guð sem er hérna langt í burtu og bara valla þorum að tala við hana því hann er svo mikill og voldugur og máttugur. Kristin trú gengur út á það að við höfum samfélag eins og börn við föður okkar á himnum. Og samfélag barna við foreldra sína er ekki trúarbrögð. Það er samfélag. Kristin trú byggir á lifandi samfélagi við lifandi Guð. Það hefur oft verið erfitt að koma orðum að þessu mismunni á trúarbrögðum og svo kristindómi eins og hann er í kjarna sínum. Ég sé þýðingu á bók sem fjallaði þetta sem heitir Trúrækni og kristindómur. Vandamáli er að trúrækni getur þýtt verið jákvætt og þýtt við bara viljum þjóna Guði, gera hans vilja, fylla okkar hans orði, verið nærveru hans. En það sem er átt við með trúrækni í þessari merkingu, kannski skilt í enska orðinu religion, það er þegar að við erum að gera eitthvað og höldum að við séum að tilbyða með einhverjum hætti, fara í messu með jarðarfara svipa því við byrjum svo mikla lotningu fyrir öllu, listaverkunum í kirkjunni eða hvað sem það er. Og við erum þarna og okkur finnst bara, þetta myndar stundum svona eins og sem að nálgast guðmjólotningu sem vinnur gegn
því sem að á þann hátt að vinna gegn þessu samfélagi barns við föður sinn á himnum. Og okkur finnist við ekki geta átt samfélagi Guð eða gert eitthvað af okkur fyrir við erum búin að afplána einhvern tíma áður. Eða við erum allt svo hrættum við segjum hlutina vitlaust að við séum að reyta Guð til reiði eða hann fari í fíl út í okkur eða við séum að lítilsvirðan og hann sé bara ekki með okkur þá. Þetta er frá djöflunum. Þess vegna var satanstýrkandi svona hrifinn af trúarbrögðum. Jesús í Rómverjabréfinu segir Páll að Guð gaf okkur anda sem hrópar Abba faðir og Abba þýðir pabbi. og Biblían segir við að ekki vera hugsjúk neitt heldur gera í öllum hlutum óskir okkar kunnar Guði með bæn, beiðni og þakkargjörð. Og sem sagt trúrækning getur birst á margan hátt. Hjá hindúum þá mörgum þá eru þeir að reyna að leggja á sig föstur og bænir og píslir eða jóga eða eitthvað í þeim tilgangi að komast nær Guðdómnum. Og trúarbrögðin ganga út á það við erum að gera eitthvað til að komast nær Guði, þóknast Guði eða breytast í innra á þann hátt að við einhvern veginn nálgumst Guð. Biblían segir allt annað. Hún segir Guð kom til okkar. Guð fæddi okkur að nýju og sem sagt enginn fagnaðarins má svolítið sjá í fyrsta Jóhannesarbréfi 4:18. Þar segir Jóhannes: Ótti er ekki elskunni, fullkomin elska rekur út óttann. Óttin er vissan hátt einkenni margra trúarbragða. Ekki endilega bara hræðast Guð eða óttast hann með einhverju hræðslu, heldur ef ég ger ekki nóg, þá missi ég af einhverju. Ef ég er ekki svona eða hinsegin, þá er ég á rangri leið. En Biblían er alveg skýr, þetta er ekki ótti sem Guð vill hafa í okkur. Og það segir, Guð er kærleikur. Og ef við verðum Guði, þá kveðjum við óttan við hann. Að óttast Guð í merkingu Biblíunar er að hata það sem er illt. Af því að það skemmir og eyðileggur. Og það er að vera móti því sem er eyðileggur. Guð er ekki hörundsár. Ótti er ekki elskunni, fullkomin elska rekur út óttann, því óttin býst við hegningu. Og þetta er einkenni trúarbragðanna að búast við hegningu með einum eða öðrum hætti. Ekki endilega bara Guð kom og refsi, heldur okkur hefnist fyrir það ef við gleymum einni föstu eða gerum ekki þetta rétt eða hitt rétt eða stöndum okkur ekki nógu vel í að gera eitt og annað. Og það segir fullkomin elska rekur út óttann. Og hver er með fullkomin elsku? Guð. Og hvað vill hann gera? Reka óttann úr okkur. Því óttin býst við hegningu. Og það er hvergi hægt að eiga almennilegt samfélag við nokkra manneskju eða að vera kærleikssamfélag eða óttast hegningu. Og sama gildir Guð. Og Satan heldur ríki sínu saman með ótta og ásökunum og ótta. Og þar sem er ótti, þar byrja menn að ljúga. Menn ljúga sig út úr því sem er óttast. Og hann er faðir lyginnar, segir Jesú. En Guð er kærleikur og hann segir óttast ekki. Komdu til mín, ég hegni þér ekki, ég fyrirgef syndirnar, og Jesú segir komdu og fylgdu mér, ég gaf líf mitt í dauðan fyrir þig. Og þá hafnar hann okkur ekki bara þegar hann fær í fílu út í okkur, skiljiði. Og svo heldur þetta áfram og segir, sá sem óttast er ekki fullkomin í elskunni. Þannig ef við viljum eiga fullkomin kærleikssamfélagi Guð, það má ekki vera ótti í okkur við hann. Og Guð vill reka hann út
með kærleika. Það segir, fullkomin elska rekur út óttann. Og hvernig getum við leyft elsku Guðs er rekur út óttann? Því að hugsa það sem hann gerði fyrir sig, fyrir okkur. Hann gaf son sinn fyrir okkur. Og ef þú hefur verið svo eina manneskinn í heiminum sem þeir þurft á því að halda, þá er Jesús gefið líf sitt fyrir þig. Því að þú ert verðmætt og dýrmætt og mikil virði í augum Guðs. Það er íslenska þýðingi núna er frekar svona óljós, en ég hef skoðað fleiri þýðingar en eina og ég tók hérna úr King James sem er í samræmi við svona aðra þýðingar. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. Þannig að þegar að dagur dómsins kemur, þá óttustu ekkert. Ég hef verið við svona einhverja 100 dómsuppsögu og ég hef fylgst með fólki sem er að bíða eftir dómi í sínum málum. Það magnþrungin spenna og nánast svona tortur fyrir suma að sitja og bíða. Mjög stressandi. Og sumir hafa þurft að hætta í lögmennsku þeir þola ekki þetta álag, bara út af því. Og menn geta verið svona öryggi með sig, en svo er stundin komin. Og menn vita ekkert, þá vita menn ekkert hvað er að fara að gerast. En Biblían segir, þegar Guð dæmir himinn og jörð, þá okkur að hlakka til. Það er ekkert óttast. Kærleikur hans rekur út óttann. Svo segir, there is no fear in love. Við haldum stundum að það er til svona andstæður, til dæmis er hatur andstæða kærleikans. En svo er til annað íslenskt orð sem er andheiti. Það er eitthvað sem er akkurat 180 gráðum frá hinu. Algjört andheiti, hvítt, svart, ljóst, döggt. Og andheiti kærleikans samkvæmt Biblíunni er ekki hatrið, heldur óttinn. Og leiðum ef við höfum þennan ótt að Guð ætla að hegna okkur, þá þurfum við að biðja kærleika Guðs að taka óttann í burtu. Ef við erum óörugg gagnvart Guð og tiplum og tánum gagnvart honum, þá vil Guð lækna það. Og leyfa okkur að kalla sig pabbi í einlægni. Mér langar að skjóta hérna einu því að það er að koma spurningar inn á TikTokið. Við ætlum að svara öllum spurningum í lok fundarins. Og þá ætlum við líka að vera með lækningabæn, ætlum að vera með huglaust og bæn, svo erum við með lækningabæn, svo svörum við spurningum. Þannig að endilega komið með spurningar á TikTokinu eða inn á Facebookinu eða Zoominu ef þið eru með einhverju spurningar. Þannig að ég ætla bara að láta vita að við náum ekki að svara en fyrir í lok fundarins. Akkurat. Og svo segir að sá sem er í ótta, he that had feared is not made perfect in love. We love him because he first loved us. Og við erum meðtekin, okkur er fyrirgefið og við getum hlakka til að mæta Guði, það er ekkert óttast. Og það er ekki það sem við gerum sem gerur okkur kristinn. Það er ekkert sem við gerum sem gerur okkur á börnum Guðs. Þegar ég var getinn í móðurlífi og svo fæddi móður mín mig 10 mánuðum seinna, það ekki fullyrt, ég gerði ekkert. Ég bara fæddist. Ég skipulaði ekki minn eigin fæðingu og eins er það Jesús var að fundi með ráðherra meðal gyðinga. Það var næturfundur því að það mátti ekki fréttast af honum. Og Jesús segi við hann ráðherra, sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodémus segi við hann, hvernig getur maður fæðst þegar hann orðinn gamall? Skyldi hann geta komist aftur inn í líf móður sinnar og fæðst. Og Jesús segi við hann, þú þarft að fæðast af vatni, vissulega, það er að segja upprunaðinu vatni sem er þá vatnið í móðurlífinu. En hann segir, þú þarft líka að fæðast andlega. Og svo útskýrir Jesús fyrir honum hvernig er með þann sem af andanum er fæddur. Að þessi ósýnileg fæðing, eins og vindurinn, þú sér ekki hvaðan hann kemur eða hvert hann fer, en þú finnur fyrir honum. Og eins er það að þegar Guð endurfæðir þig, það finnur fyrir því að það hefur eitthvað gerst
samfélagið við Guð er orðið öðruvísi. Og kristindómurinn er ekki fólgin í að við gerðum eitthvað. Kristindómurinn er fólgin í því að Guð endurfæðir okkur, fæðir and okkar upp á nýtt. Við erum andi, sál og líkami, hann fæðir and okkar upp á nýtt í Guðs mynd. Hreinan, heilagan, réttlátan og í lagi. Fæðir and okkar, sáli okkar er svo sama og líkami, en hann fæðir and okkar upp á nýtt og við erum Guðs börn, að því ekki fyrir sköpun, heldur fæðingu. Guð fæðir okkar og fæðir nýtt líf inn í okkur. Þetta er ekki trúarbrögð. Þetta gerðist þannig hjá mér að ég var tæplega 13 ára og hafði aldrei trúað á Guð. Aldrei nokkurn tímann. Svo gerist það að ég er í Vatnaskógi með vinum mínum á svokölluðu almennumóti, það er sem mót fyrir fullorðið fólk, en við fórum þarna 13 ára gamlir tæplega og vorum í tjaldi, skemmtum okkur á bátunum, fórum við þetta ekki á samkomur sem mikið varum á mótinu, því við vorum bara þarna til að leika okkur, en svo ákveði að fara á síðustu samkomunum fyrir síðasakir. Og þá byrjaði andi Guðs að vinna í mér. Ég man ekki hvað var sagt. En það gerðist eitthvað innra með mér. Og ég skynjaði að ég yrði að taka ákvörðun að hleypa Jesú inn í líf mitt sem ég gerði og þá breyttist allt. Og þetta var bara eitt já. Það sem ég segði já við kalli Guðs. Þetta gerði mig kristinn. Engar athafnir, ekki kirkjuumsóknir, sem er mjög gott. Við þurfum að fara í kirkju og iðka okkar samfélag með öðrum. Það er mjög mikilvægt, en það er mikilvægt fyrir vöxt okkur og þroska, en það er ekki spurning um líf og dauða. Heldur að leyfa Guði að endurfæða okkur. Amen. Og þess vegna er kristin trú í kjarnanum ekki trúarbrögð. Við segjum bara já við Guð, hann fæðir okkur inn í sitt ríki og við tilheyrum honum. Hann er faðir okkar og samband föður og barns er ekki trúarbrögð. Og Jesús er bróðir okkar og við erum samfélag við hann þannig. Síðan er Jesús sagður brúðgumi kirkju sinnar og það er líka slíkt ástarsamband. Þetta er ekki trúarbrögð. Þetta er samfélag, þetta er kærleikur, þetta er ást, þetta er virðing og þetta er fjölskylda. Amen. Og við tilheyrum fjölskyldu Guðs og þegar kristnir er að gagnrýna einhver annan, þá er það fjölskylduvandamál. Auðvitað er það þannig að systkini þau stundum taka upp og rífast og oft fáránlega hluti og tilgangslösa. Kristnir eru oft ennþá betri því en börnin að vera með tilgangslöst hjal þar sem þeir eru að rífast um einhverja kenningar eða slíkt. Þannig að það skilar engu. En það eru margir sem trúa því að ef við skýrumst og fermumst og förum reglu í kirkju, þá séum við orðin kristinn. Það er trúarbragða hugsunarhátturinn. En það að fara í kirkju reglulega gerir engan kristinn eitt og sér og bara gerir engan kristinn. Ekkert frekar en þó ég færi vikulega og kenndi að KFC, þá er ég ekki kjúklingur, skiljiði. Og það sem gerir okkur kristinn er að segja já við kalli Guðs. Segja Jesús, ég gef þér mitt líf, þú ert konungur minn og drottinn minn og Guð minn og ég gef þér líf mitt og ég gengst undir þitt vald. Halleluja. Ég gef þér mitt líf. Af því Jesús sagði að þetta er eins og með hveitikornið. Ef þú setur það ger ekkert með það, þá er einsamalt. En ef þú setur á jörðina, þá ber það mikinn ávöxt. Og ef við tökum lífið sem Guð gaf okkur og gefum honum það tilbaka, þá margfaldar hann það hjá okkur.
og eina sem þú ert að segja er Jesús, ég gengst undir þitt vald, þú ert minn drottinn og þú ert minn Guð. Þá fæðir hann andaðina nýju og þú ert hans barn og Jesús er þinn bróðir og þú átt eilíft líf. Páll segir þegar þú gerir þetta verður þú hólpinn. Þetta er eina leiðin inn í himnaríki. Já, og þetta er ekki vegna þess sem við gerum, ekki vegna þess sem við förum í kirkju, ekki vegna þess sem við lesum, ekki að við byggjum svo mikið eða erum einhverjar athafnir. Það er ekkert með trúarbragð að gera. Þetta er bara samfélag við hann. Og við ætlum að stíga þetta skref líka í hugleiðslubæninu og Já. eftir fyrir þá sem Já. hafa ekki þegar gert það. Endilega staldri lengur við rétt og eftir þá ætlum við að stíga þetta skref. Já, og það meira sem Jesús sagði við Nikodémus. Jesús sagði í stuttu máli stærstu ástarsögu sem sögð hefur verið í veröldinni. Og hún er svona: því svo elskaði Guð heiminn, hann gaf einkason sinn til að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guð gaf einkason sinn. Jesús hefur áður en hann var gerðist maður, þá hann verið með föðurnum eilíft og þeir eru eitt. Og þennan einkason sinn gaf hann okkur til lífs, að hann elskaði svo heiminn. Þetta er stærsta og mesta ástarsaga í veröldinni. En þegar að kristnin var til frumkristnin, þá breyttist hún hratt um Rómaveldi. Svo voru hann gerða ríkistrú í Róm og þá fóru menn að gangi í kirkjuna til að ná frama. Eða til að fá frama til dæmis í embættismannakerfinu, þá eru þeir að vera kristnir. En við þetta þá fóru menn að framkvæma kristindóminn með trúarbrögðum á þann hátt að allt svona prjál og slíkt fór að ganga fyrir þessu bara lífi og krafti sem áður hafði einkennt kirkjuna. Hún óx veraldlega en hnignaði andlega. Og ég man eftir því að einhvern tímann kom biskup til Íslands frá Austurkirkjunni í Indlandi, sem er jafngömul og frumkirkjan eða næstu. Og hann sagði það þurfti trúboða hjá okkur hefur Guð verið að gera kraftaverk allar aldirnar. Þangað til að svo komu trúboða frá Vesturlundum sem tími kraftaverkana væri liðin. Við höfum aldrei frétt að þau var alltaf að gerast í okkur. Og í öðru Kórinthubréfi segir Páll að það er bókstafurinn sem deyðir en andinn lífgar. Við getum verið að rífast kenningar. Við getum verið í bókstafnum það hvort hvíldardagurinn sé laugadagur, sunnudagur eða það sá dagur sem við veljum okkur. Við getum deilt allt milli himins og jarðar. En það er andinn sem lífgar, af því að kristin trú er lifandi trú og hún er kraftur. Og við lesum það á hvítasunnudag að Jesús sagði ekki fara neitt, ekki gera neitt fyrir þeir búin að fá kraft frá hæðum. Og þá kom kraftur heilasandi yfir þá í eldingum sem hvísluðust á hvern þeirra. Þeir fylltust heilu anda, fóru að tala öðrum tungum og eins og andinn gaf þeim að mæla og menn voru alveg steinhissa því annars þegar heyrðu þeir eitthvað babb sem þeir skildu ekki, að þeir bestur í síða textunum, og hins vegar heyrðu hver sitt eigið tungumál þegar þeir voru að tala. Þannig að kristin trú er vissulega iðkuð sem trúarbrögð víða um heim. En í kjarnanum er hún ekki. Þetta er einlægt barnsleg trú sem Guð vill gefa okkur, ekki trúarbrögð. Og engan ótta, og við þurfum ekki að gera neitt til að ávinna okkur eitthvað hjá Guði. Bara tökum við því sem Guð hefur gert í Jesú Kristi fyrir okkur. Og í fyrra Kórinthubréfi segir
Páll, en nokkrir hafa gert sér breið yfir því að ég ætla ekki að koma til ykkar, en ég mun brátt koma til ykkar að Guð lofar, og mun ég þá kynna mér hinna mikillátu. Þannig að tala um menn sem eru svona mikilláti, láta mikið yfir sér, hann að tala gegn þeim. Hann segir ekki orð þeirra, heldur kraft. Því að Guðs ríki er ekki fólgið í orðum, heldur krafti. Amen. Og það er það sem Guð vil gera. Hann vil gefa okkur lifandi, persónulegt samfélag við sig og gefa okkur kraft í því samfélagi. Ekki trúarbrögð. Það sem við erum upptekin á öllu sem við þurfum að gera til að hlutin Guð sé ánægður með okkur. Og kirkjurnar alveg eins og að því að kirkjurnar kýtast, alveg eins og bara systkini gera oft á heimilunum, að þá man ég eftir því að vinur minn fór einu sinni Noreg eða Svíþjóð og þar var kirkja sem hét, stóð kirkju, hún var evangelísk, lútersk, bíbelsk, sún og sann. Og þá var það þannig að það var alveg greinilegt, þetta var eitthvað klofningi af einhverjum klofningi, sko. Það sem að menn voru alltaf að rífast, þá var komið eitthvað alveg rosalega nákvæmt, sko. Og í einni kirkju sem maður kom til, þegar það var svo kenning að það væri gegn Guðs vilja að við værum með skegg. Og það skildi ekkert í þessi Íslendingur sem sagði mig frá þessu að það var mynd af stofnanda kirkjunum og hann var með skegg. Vinur minn sem er dáinn núna, hann var í Rússlandi að heimsótti kirkjur þar eftir að hann var hætt að ofsækja kristna og þá kom hann að kirkju þar sem hann trúði að mætti ekki verið með bindi. Og ástæðan var svo að Júdas hengdi sig og það mátti ekki verið með bindi. Og svo bentuðu líka niður bindin, sko, oddurinn á þeim. Og kristni geta verið með fullt af einhverjum svona kenningum og hugmyndum. Jesú gagnrýndi til faríseana þegar hann sagði þeir eru búin að bæta við Guðs orð. Vissulega var gyðingdómurinn og lögmál í trúarbrögð. Það er klárt. En þegar Jesús kom með lífið, endurfæðingun og kraftinn, þá hafði það ekkert með trúarbrögð að gera. Heldur lifandi samfélag við lifandi Guð. En Jesús gagnrýndi faríseana og ýmsa fyrir að vera að segja fólki að gera þetta og hitt og til dæmis komuð þau með reglur hvað mætti ganga mörg skref á hvíldardegi. En maður mætti samt alltaf labba heim til sín. Og það kom ekki fram í Biblíun það að vita að sumir af þessum mönnum sem voru að kenna þetta, þeir áttu sér svona litla kofum alla borg, svo þau geta hvíldardegi gengja milli þeirra og sagst þeirra ganga heim til sín. Og Jesús gagnrýndi það fyrir að koma upp byrðum á aðra og finna sér á svo leið framhjá þeim sjálfir. En Biblían segir að kirkjan sé brúður Krists, en hún er dálítið mikið í kirkjudeildarleik og Guð verður að fyrirgefa okkur kirkjudeildirnar sem hann gerir. En aðalmálið er lifandi samfélagi Guð og kraftur. Amen. Ég hef oft veltið fyrir mér að hverju Guð bjó ekki til Biblíuna þannig og hún væri bara svona handbók þar sem allt væri útskýrt í þaula og í staðinn er maður með einhverja sögu af konungum og styrjaldirnar sem þeir háðu og spámunum sem voru að spá á erfiðum tímum og voru jafnvel ofsóttir og svo les maður svona einhvern söngleik eins og ljóðaljóðin og svo þarf bara hjálpstundum fyrir að skilja alla textana til að vita bakgrunnin. Það Guð bjó bara ekki til handbók. Ég get fengið handbók fyrir þvottavélina mína, tölvuna mína, ég get fengið YouTube leiðbeiningar um einhver tölvuforrit sem ég er með eða hvernig á að gera við þetta og hitt. Það gæti Guð ekki bara gert það svona. Og mig grunar að eina af ástæðunum fyrir því sé svo að þá Biblían sé gefin okkur til leiðsagnar og hjálpar og til að læra Guð og þekkja Guð og rosalegu kraftur í henni, þá kemur hún ekki, bókstafurinn ekki í staðinn fyrir að eiga lifandi samfélag við drottning Guð sjálfan. Ganga með honum, finna fyrir honum
og eiga þetta kærleikssamfélag við hann. Amen. Og þar þarf fókusinn okkar að vera, en að sjálfsögðu er Biblían áttaviti okkeri sem við höfum og Guð gaf okkur. Þannig að þetta var nú svona erindið sem að ég vildi koma með. Við svörum spurningum og eftir. Sara ætlar að leiða okkur í gegnum svona hugleiðslu og bæn, þar sem að við gefum Guði tækifæri og anda Guðs. Vitið það að þegar Jesús fór frá jörðinni, þá sagði hann, ég kem aftur í mínum anda. Jesús er hér og hann er jafn nálægur hverjum og einum eins og hann var lærið sínum þegar hann gekk á jörð. Og af því hann er svona nálægur, þá getum við í gegnum bæn og hugleiðslu fundi fyrir honum, fundi snertingu hans og það ætlum við að gera núna. Amen. Takk fyrir þetta. Og eins og ég sagði áðan, það komna þó nokkuð mjög áhugaverðar og góða spurningar inn á TikTokið. Við ætlum að svara þeim öllum á eftir. Það er líka komnar inn beiðnir sérstaka fyrirbæni, við ætlum að biðja líka fyrir fólki eftir stundina og líka við erum svona almenna lækningabæni. Núna ætlum við að gefa okkur smá tíma til þess að eiga þetta nána samfélag við Guð. Og þegar ég tók á móti Jesú sem var vorið 2019, og þá gerðist það þannig að ég var að hugleiða og hann birtist mér bara í hugleiðslunni. Og ég bara sá hann og ég fann fyrir honum og hann bara snerti hjarta mitt og bara læknaði mig og ég grét og þetta var stórkostlegasta augnablik lífsmins. Ég hef aldrei á ævinni komist nálægt í að upplifa neitt jafn stórkostlegt eins og þessa stund þegar ég sá Jesús og hann mætti mér. Og það var þá sem ég byrjaði að trúa á hann. Ég hafði aldrei trúað á hann áður. Það var þá sem ég byrjaði að trúa á hann og þá breyttist allt mitt líf. Og ég endurfæddist og ég öðlaðist nýtt líf í Kristi og síðan þá hef ég, og þannig að ég og að því að ég hafði verið svo trúlaus allt mitt líf og þá hafði ég aldrei átt samfélag í kirkju, ég hafði aldrei kynnst þessum trúarbrögðum, ég hafði aldrei kynnst þeirri hlið, ég fór bara beint og tók á móti Jesú í hugleiðslu og þá bara trúði ég á hann og þá átti ég þetta lifandi nána samfélag við hann og þá sagði við Einar, ok, að því vissi að hann trúði á Jesú en það var eitthvað svona sem var bara hans, ekki mitt, þú veist, ég bara alveg virði ykkur fyrir því en það var ekki fyrir mig, þar til ég mætti honum og það var þá sem ég baði að fá að fara að lesa í orðinu og hann fór að lesa með mér í orðinu og ég bara, wow, þú veist, ég trúði ekki þessari ofboðslu, stórkostlu, djúp speki og djúp visku Guðs og ég fann bara kraftin í orðinu og hvernig hann umbreytti mér. Og þannig ég fór bara beint í það að eiga þetta nána samfélag við Jesú og í því felst að ganga með hann daglega, tala við hann daglega, hafa hann með, involvera hann í allt í þínu daglega lífi. Það er ekkert of smátt í þínu lífi að hann hafi ekki áhuga á því. Hann hefur áhuga á þér, hann elskar þig, þú ert barnið hans, hann vill vita, hann veit allt um þig en hann vill líka heyra það frá þér. Hann vill eiga bara þetta samtal, tala við hann og þegar ég leita til hans þá nota ég rosalega mikið hugleiðslu og bæn af því ég verð að geta kúpla mig út úr þessum efnisheimi og bara fara inn í búbluna mína með Jesú og vera bara þar, þú veist. Og þegar ég loka augunum þá sé ég hann. Ég sé hann bara með hjartanu mínu eða með sálinu minni eða hvernig er hægt að lýsa því og þú veist, og hann tala við mig og ég heyr hann tala og ég tala við hann og ég vanda mig að hlusta á hann. Þannig að vöndum okkur að passa, við séum bara taka frá tíma fyrir Guð. Það á að vera númer 1, ekki þegar við erum búin að gera húsverkin, búin að sinna vinnunni, búin að taka til, þú veist, búin að sortara sokkana, þú veist, og ef að verður einhver tími eftir í kvöld, þá ætla ég að setjast niður og eiga stund með Guð. Láttu þetta vera númer 1 og síðan kemur allt hitt. Það sagði leiti fyrst mín og míns réttlætis og ykkur mun veitast allt annað auki. Og þegar við byrjum að lifa lífinu svona, þá kemur bara svo rosalega stórkostleg blessun inn í líf okkar. Að því að Jesús er efst í hjartanu og hans ljós, þá flæðir það inn í alla aðra parta hjartans. Þannig að gefum okkur tíma með Guði. Það er ekkert myrkur og engin synd og engin fortið sem er of svört eða ljót til þess að þú getur komið til þess og sagt bara Jesús, ég bara, þú veist, mér líður svona eða
ég er búin að upplifa þetta, eða Jesús, ég bara vill eiga þetta lifanda samfélag við þig, ég vill kynnast þér, ég vill þekka þig, ég bara komdu inn í hjarta mitt, þú veist, vertu minn Guð og þegar þú stígur þetta skref, Guð mun sýna þér meira og meira, hann mun sýna þér meira, ef þú leitar eftir samfélagi við hann, þá mun hann koma til þín og hann mætir þér það sem þú ert og þetta er stórkostlegasta, mikilvægasta skref sem við tökum og stórkostlegasta blessun sem til og við ætlum að stíga þetta skref að taka á móti endurfæðingu Guðs núna í hugleiðslunni fyrir þá sem hafa ekki þegar gert það og síðan ætlum við að biðja Guð að reka út allan ótta með elskunu sinni og við ætlum að taka í trú við kærleika og elsku Guðs inn í hjarta okkar, inn í sál okkar, inn í líf okkar og síðan ætlum við að biðja Guð að gefa okkur sína trú og gefa okkur meiri trú og trúa því að hann sé sá sem hann segist vera, trúa því að hann lækni, trúa því að hann sé kraftaverka Guð og síðan ætlum við að eiga bara svona kjörra hljóðastund með Guði og þá ætla ég að biðja fyrir lækningu í þeirri stund og síðan eftir það þá ljúkum við stundinni og tökum spurningarnar. Amen. Amen. Ég ætla þá bara aðeins að dimma ljósi hérna svona og þá máttu bara koma þér þægilega fyrir þar sem hann situr eða liggur og ég ætla að bjóða þér að draga djúpt inn andan og bara slaka á. Ég bara legg þessa stund í þínar hendur, Jesús. Ég þakka þér fyrir að hvert orð sem kemur fram með munni mínum er í samræmi við þinn vilja, ég beygi mig undir þitt vald og þinn vilja, heilagur andi, og ég þakka þér fyrir að þú ætlar að vinna kraftaverk hér í kvöld. Þú ætlar að lækna og þú ætlar að leysa í Jesú nafni. Amen. Og við ætlum að byrja á því að fara með svona hermibæn sem er þessi svokallaða frelsisbæn og fyrir þá sem að vilja öðlast þetta lifandi samfélag við Jesú eða öðlast ennþá nánara samfélag við Jesú þá með ég bara endurtaka upp á þetta eftir mér. Kæri Jesús, ég trúi því að þú sért Guð. Ég trúi því að þú lifir í dag. Takk fyrir að fyrirgefa syndi mínar. Takk fyrir að endurfæða anda minn núna. Komdu inn í hjarta mitt, Jesús. Og fylltu það af þínu ljósi. Takk fyrir að ég er þitt barn. Að ég lifi í þínu ljósi. Í þínu kærleika. Alla eilífð. Amen. Og það ætlum ég bara að bjóða þér að draga einu sinni djúpt inn andan og bara leyfa þér að slaka betur á. Og þetta er svona bæn þar sem við ætlum svolítið að taka ákvarðanir í hjarta okkar sem að snúa að okkar samfélagi við Guð. Og við bara byrjum á því að koma fram fyrir þig, Jesús, og bara iðrumst alla þeirra skipta sem að við vorum í einhvers konar vantrú hver þú ert. Og við bara afhendum alla vantrú til þín, Jesús. Og ég þakka þér fyrir að þú hreinsa burt alla vantrú úr hjarta okkar. Takk, Jesús, fyrir að gefa okkur þína trú. Trú sem er guðleg, heilög, hugrökk, og kröftug.
Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að með elsku þinni og kærleika rekur út allan ótta. Í Jesú nafni. Og ég vel að taka við allri þinni ást, öllum þínum kærleika og allri þinni elsku inn í hjarta mitt, inn í sálina mína og inn í líkama minn og inn í huga minn núna. Og nú flæðir yfirflæðandi ást Guðs inn í hjarta þetta, inn í hverja frumu í líkamanum, inn í hverja hugsun. Og hjarta þetta fyllist af þeirri trú að þú ert elskuð, að þú ert elskaður, fullkomlega, algjörlega og skilyrðislaust af honum. Og Guð vill að þú elskir þig líka eins og ert. Og við ætlum að taka núna heiðra Guð með því að segja í Jesú nafni, þá vel ég að elska sjálfa mig eins og ég er. Ég elska sjálfa mig skilyrðislaust. Af því að Guð elskar mig skilyrðislaust. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu að elska annað fólk skilyrðislaust. Af því að Guð mæti mér með kærleika, þá get ég mætt sjálfri mér eða sjálfum mér með kærleika. Og þá get ég líka mætt öðru fólki með kærleika. Og Jesús er kærleikurinn. Og Jesús er í hjartanu þínu núna. Hann er í andanum þínum. Og kærleikurinn er ráðandi afl, kraftur, máttur í þínu lífi. Þú gengur í kærleika Jesú Krists daglega. Og þessi kærleikur flæðir í gegnum þig, frá þér. Það er stórkostlegur kraftur. Kærleikur er ekki bara afl eða kraftur eða máttur sem að kemur frá Guði.
sem Guð heldur líka val og ákvörðun. Hvernig við veljum að koma fram við okkur sjálf, hvernig við veljum að koma fram við aðra. Og núna flæðir kærleikur Guðs inn í þitt val. Hver einasta hugsun, hver einasta ákvörðun, hvert einasta val, hver einasta hreyfing og hvert einasta skref knúið af kærleika Jesú Krist í þínu lífi. Við þökkum þér fyrir, Drottinn, að þú setur orð þitt inn í hjarta okkar, að því að orð þitt læknar. Það er kröftugt og lifandi og það umbreytir okkar innri manni. Og við tökum ákvörðun frá hjartanu núna að gefa okkur, þér Jesús, algjörlega, fullkomlega á vald. Við beygjum okkur undir þitt vald, Drottinn. Og við byggjum að þinn vilji verði en ekki okkar. Nú ætlum við bara að sitja í nærveru þinni, Jesús. Kannski sérðu hann fyrir þér í huganum. Kannski skynjarðu bara að sérðu ljósið hans. Kannski Guð að sýna þér einhverja sýnir. Tala til þín. Ég bið þig, Drottinn, gefðu okkur hlustandi hjarta og eyru sem heyra. Og heilagur andi er hérna. Og kraftur heilags anda er stórkostlegur, guðlegur, yfirnáttúrulegur, kraftaverkakraftur, lækningakraftur. Ég ætla að biðja að segja bara í hjartaðinu: Komdu, heilagur andi. Þú ert velkominn. Og nú ætla ég að biðja fyrir öllum sem að hlusta. Í Jesú nafni læknastu. Í Jesú nafni, þú ert heil, þú ert heill. Þegar þú, Jesús, þegar þú dóst á krossi og reist aftur upp frá dauðum, þá tókstu á þig alla sjúkdóma
og öll veikindi og þú læknaðir það. Af því að þú hefur allt vald og sigur yfir þessu. Og fyrir kraft heilans anda ertu enn að lækna í dag. Í Jesú nafni þá hasta ég á allan ótta og ég reka hann út. Af því að kærleikur og ást Jesú Krists ríkir í okkar hjarta. Og í Jesú nafni þá hasta ég á hverja myrka hugsun og skipinni að fara út og koma aldrei aftur. Og ég þakka þér heilagur andi að þú fyllir hug okkar af þínu ljósi, af þínum friði, af þínu heilbrigði. Og hver einasta hugsun hlýðir Kristi. Þú veist að þú ert að læknast. Þú finnur það í hjartanu þínu, í sálinni þinni, í andanu þínum, í beinunum þínum. Ekki fyrir okkar kraft eða okkar mátt, heldur fyrir kraft heilags anda. Og nú fyllir Jesús hjarta okkar af gleði sinni. Jesús segir, verum glöð. Verum glöð og fögnum í honum. Ég ætla að byrja með að ímynda núna bara þig og Jesús og þið eru bara fagnandi saman. Glöð eða glaðir, brosandi, hlæjandi, fagnandi. Af því að Guð er að fara að gera eitthvað stórkostlegt í þínu lífi. Hann er að blessa okkur. Hann er alltaf með okkur, alltaf hjá okkur. Og hann mun aldrei yfirgefa okkur. Amen.